Jæja, heyrðu, góðan daginn. Ég ætla að taka upp hérna tvo fyrirlestra, bara stutta fyrirlestra og þessi fyrri fyrirlestur er hérna ætla ég að svona sína þetta, þetta viðfangsefni sem við ætlum að gera núna og ég ætla að sína þetta í GeoGebra og ég held að þetta skýrist miklu betur, þannig ég bara mæli með að þið opnið GeoGebra hjá okkur og bara gerið þetta með mér, þannig að ítið bara endilega á pása á upptökunni og opnið GeoGebra og hérna ef þið eru búin núna að opna GeoGebra og kveikja aftur á upptökunni þá skulum við bara fara í gegnum þetta með mér hérna. Við ætlum að byrja á því að slá inn ferilinn okkar og þetta er til dæmis sami ferill og er í skiladæmi 2228 og það er bara þessi einfaldi ferill hérna, y er sama og x í öðru veldi. Þannig að þið þurfum einhvern veginn að búa til þetta merki hérna, það er mismunandi eftir tölvum. Neituð enter. Þá fáið þið þennan klassiska feril hérna og svo er viðfangsefnið sem sagt alltaf að finna hallatölu í einhverjum einum punkti og það hafið þið ekki kunnað hingað til en þið ættu að kunna núna að finna alltaf hallatölu milli einhverja tveggja punkta. Þannig að við getum alltaf fundið einhvern meðalhalla á milli einhverja tveggja punkta á þessu ferli og nú skulum við bara búa til 2 punkta á þessu ferli og finna hallan á milli þessara tveggja punkta. Þannig að við förum hér uppi og veljum new point og ég ætla að setja þennan punkt hérna í punktin 1,1 þannig að þið smelli bara hérna á ferilinn og þá kemur hérna punktur A og hann er hérna með hnitið 1,1 hér. Ég ætla að setja annan punkt einhvers staðar annar staðar hérna á ferilinn og smetla til dæmis bara hér. Það er einhver annar punktur 2,77 og 7,67. Það næsta sem ég ætla að gera er að velja hérna line through 2 points. Þannig að smellið á hana og þá kemur hér leiðbeining hvað á að gera. Select 2 points. Þannig að ég ætla bara að smella núna á þennan punkt hérna og sjáu þegar ég færi músina þá er ég að finna hinn punktinn og þá ætla ég að smella á þennan punkt hér. Þannig að hérna er komin lína núna á milli þessara tveggja punkta og við skulum bara endilega lita hana einhvern veginn öðruvísi til að þetta verði aðeins svona skýrara. Object Properties og þá getum við farið inn í lit og skulum bara hafa hana rauða. Svona. Og þið kunnið að finna hallatölu á milli svona tveggja punkta og hérna eru þið með þessar 2 punkta 1,1 og 2,77 og þetta er 7,67. En það er hérna aðgerð hérna í GeoGebra sem getur reiknað þetta fyrir okkur og hún er hér. Ef þið farið hér þá ætti að vera hérna takki sem segir slope. Þannig að ef þið smellið á hann þá stendur hérna select line. Þannig að við þurfum bara að fara hérna og smella á línuna. Þannig að hérna kemur hallatalan á þessari línu. Þannig að ef við förum 1 hérna út þá myndum við fara 1, 2, 3,77. Það er hallin á þessari línu. Trikkið svo í þessu framhaldi er að hvað er það sem gerist ef við getum afsækja hérna, Iðunn er hérna, dóttir mín er hérna, syngja hérna fyrir ykkur líka, en hvað er það sem gerist ef við getum núna fært punktinn B til og þá erum við að breyta hallatölunni á einhverju línu hérna, þannig að við skulum fara hérna og velja þennan takka hérna lengst til vinstri. Þið ítið bara pása ef við erum að fara hratt og hérna reynið að fylgja með og gera þetta líka í tölvunni. Við lærum mest af því. Þannig að nú ætlum ég að fara og velja hana punkt B. Ég ætla að halda punkti A bara áfram á sama stað. Og þið ítið á músina og haldið takkanum inni og svo þurfum að færa hana til hægri eða vinstri. Og þá sem gerist að þið farið að færa þennan punkt hérna til og þið sjáu hvernig hallatalan breytist. Hérna til dæmis ef þið eru hér að þá séu að hallatalan er 3. Af því að við förum 1 til hægri og 3 upp. Og svo getum við fært hérna lengra og lengra til og það sem við erum að gera, við erum að færa punkt B nær og nær A og þá sjáu þið að línan er að breytast. Við erum alltaf með einhverja línu sem sker hinn ferilinn og ég ætla bara að fara tilbaka hérna, þið bara prófa að fikta í þessu sjálf. Ég held punkt A hérna á sama stað en svo ætla ég bara að færa punkt B og hann á alltaf að vera á þessu ferli samt. Þannig ég bara að færa hann eftir ferlinum, færa nær og nær og nær og nær og nær A hérna og trikkið er svo að láta punktinn fara og verða að falla í A
þannig að hann lendir hérna beint í A. Þegar að punkturinn B er komin í punkt A, þeir eru sami punkturinn sem ætti að vera nú þegar að zooma aðeins betur inn hérna, hann ætti að vera komin hingað, þá er þetta hverfi línan, já. Kemur hérna, sjáðu að það fari, og þá fer hallatalan og verður að 2. Nú reyndar hverfur hérna akkurat í, þannig að þið sjá að hallatalan hann er aðeins meiri 2, en það punkturinn er rétt frá, en ef þið farið með punktinn örlítið nær og láta hann falla í B, þá myndi hallatalan vera 2. Þannig að þetta markmiðið með þessu verkefni. Þannig að þetta er svona að útskýra þetta kannski aðeins meira myndrænt svona. Ég ætla kannski að taka upp annan fyrirlestur aðeins að útskýra betur hérna hallatölu.